Í upphaflegri skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa sagði að sennilegt væri að ökumaður og þeir farþegar sem létust hefðu ekki verið með öryggisbeltin spennt. Ungabarnið var ekki fest í barnabílstól eða annan öryggisbúnað þegar slysið varð. Kveikur hefur undir höndum sérstaka skýrslu sem hægt var að keyra út úr svokallari loftpúða tölvu bílsins. Í þeirri skýrslu kemur skýrt fram að belti ökumannsins hafi verið spennt þvert á það sem kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Eftir að Kveikur benti nefndinni á þetta misræmi var skýrslunni breytt og þar segir nú að Sriras hafi sennilega verið í belti líkt og hin sem lifðu af. Eins og áður segir vildi nefndin ekki veita Kveik viðtal um málið en í skriflegu svari segir hins vegar. Rannsóknarnefndin harmar að þessi mistök hafi átt sér stað og hefur bæði leiðrétt skýrsluna á heimasíðu nefndarinnar og sent ökumanninum afsökunarbeiðni. Very sadly, my wife and the baby and my sister-in-law did not have seatbelt. But in 2.5 hours, we were driving non-stop. We had not taken any stop. At some point, the baby must have been crying. If she was hungry, and my wife might have taken her on the lap to feed the baby. That could be something. But I would not say that is the reason because I do not remember. On this point, sadly, any car in 2017, 18, 16 would have had, at least in UK, warning chimes. If you do not have a seatbelt on any passenger seat, it chimes. This car was perhaps very old and it did not have such chime, and that did not help either. Are you used to wearing seatbelts like here in the UK? Of course, always. As I said, any driver or passenger, if you do not have seatbelt, it immediately starts chiming and it gets louder and louder within a minute. It becomes a second nature to put the belt on as soon as you get in the car.